Þorkell Helgason, gjör svo vel. Já, formaður og góðir meðfulltrúar. Mér langar fyrst að grípa á nokkrum smáatriðum sem að raunar ýmsir hafa tekið á líka, en kannski aðal hluti málsins verður að svara félag okkar Pétri einhverju. En mér langar að fara svona svolítið hundavaði í gegnum þetta, ætla ekki eða miklu tími í það. Það er þetta með hann og hún sem að einhver annar nefndi nú líka. Mér er þetta alltaf mikið þyrnir í augum að sjá svona orðalag. Ég held að við verðum að hefja okkur upp fyrir þessa kynjaskiptingu. Starfstími, ég vil að hann sé takmarkaður. Mér fannst góð tillaga frá Þórhildi þess efnis að forsætisráðherra verði heimilað að æfa sig sem venjulegur ráðherra í 4 ár. Það er að segja að megi verið í 8 ár sem 12 ár alls, þar á 8 sem forsætisráðherra. Síðan langar mig að biðja ykkur að íhuga, og það hefur held ég engin nefnt, þessa tillögu sem að flestir við það sammála að það verði að halda fundi Alþingis ætíð og ævinlega í heyranda hljóði. Ég bara hvet nefndina til að kanna þetta mál betur hjá sagnfræðingum, starfsmönnum þingsins eða einhverjum. Sko geta ekki komið upp þar kringumstæðir í einhverju neyðarástandi að það þurfi að þinga fyrir lokuðum dyrum. Þó þannig, það mætti búa þannig og nútanna að auðvitað verði allt opinberað eftir á. En það gætu verið bæði viðkvæmál, þjóðaröryggismál eða eitthvað sem þyrft að geta vera hægt að taka á svona. Ef að þetta er alfarið bannað, þá verður bara pukrast út í horni og það er nú kannski ekki betra. Ég ætla ekki eða meira tími í titlingaskít, heldur snúa mér að stóra málunu, þingræði eða ekki. Ég er eins og kannski margir búin að skipta skoðun á þessu máli í gegnum ævina. Var sem ungur maður eða yngri maður hrifinn af tvískiptingu valdsins þarna, þar að segja að framkvæmdavaldi var í kosið beinum hætti. En er eiginlega orðin því mjög afhuga. Og mín megin rök eru kannski bara þau að við verðum alltaf að aðgæta það hvað við erum lítil þjóð. Sko við erum ekki stærri en eitt sveitarfélag í löndum mörgum í kringum okkur. Og þar er nú sjaldnast það að borgarstjóri eða apparat borgarna sé kosið beinni kosningu, það eru til dæmi það. En þetta eru framkvæmdastjórar í flestum skilningi. Í flestum löndum. Þetta eru þeir sem framkvæma það sem borgarstjórnir eða borgaráð vilja. Ég held að við erum að reyna að hafa það þannig líka hjá okkur. Að þingið, það ræður sér framkvæmdastjórn til að framkvæma það sem að þingið felur þeim að gera. Og þessi framkvæmdastjórn hefur verið kölluð hjá okkur ríkisstjórn. Mér myndist betra að vera að finna eitthvað hlutlausara nafn á því en látum það líka milli hluta. Ég óttast meðal annars 2 turnakerfi ef að farið út í það að kjósa ríkisstjórn sérstaklega beinni kosningu. Það verður þá kerfi sem að hefur allt stjórnarráðið undir sér og þingið mun koma sér upp hliðstæðu kerfi til eiga í fullu tré við ríkisvaldið, ríkisstjórnina. Þetta okkur bara einfallega of mikið flókið fyrir okkur og of dýrt. Og ég óttast, og það þarf ekki að nefna Mussolini eða einhver slík nöfn, ég óttast það að það geti komið upp foringjaveldi með þessum hætti. Þyrfti þá að sjá mjög gaumgæfilega útfært hvernig ætti að stemma stigu við því. En ég sæi fyrir mig þingræðið eiginlega eins og ég þegar búin að reifa nokkru leyti eiginlega enn frekar í hinn áttina að æðstu metor þeirra sem vilja fara í stjórnmál snúist ekki það að komast í ríkisstjórn heldur að verða þingflokksformenn, formenn þingnefnda og svo framvegis. Þá kunna menn að segja, já, er það samstæð ríkisstjórn?
kannski ekki, en hún verður þó alltaf að standa þinginu skil á hverjum tíma. Og ef að til dæmis þessi ríkisstjórn innan gæsalappa sem samastendur á formönnum þingflokka, ég ætlaði að segja þingnefnda, hún verður þó alltaf að standa meiri og minnihluta skil á hverjum einasta degi nánast sinna mála. Til þess að koma þessu á koppinn væri æskilegt að það væri gengið enn lengra heldur en í tillögu nefndarinnar að ráðherrar megi ekki sitja á þingi, að segja hreinlega að þeir sem hafa verið kosnir á þing, þeir geti ekki gegnt ráðherrastöðu fyrir en að loknu kjörtímabili eða þegar þing hefur verið rofið. Á heimboðin það svo að tími okkar til allra þessara starfa mjög takmarkaður og við verðum að keppa því að ná því fram sem að okkur fyrst skipta meginmáli í stöðunni eins og hún núna, þannig að fara út í mjög dramatíska breytingar, kannski bæði eins og það sem ég hef verið að reifa hérna sem mína sýn, en líka það að aðskilja algjörlega framkvæmdarvaldið og löggjafarvaldið. Ég heldur bara náum þess ekki og það verður kannski einfallega til þess að við verðum kveðin í kútin ef við reynum að gera ómikið í því. Sjálfsagt að reyna að ræða þetta og komast á að niðurstöðu eins og mér sýnist nefndin vera að gera, að fara þarna svolítið bilbeggja, þoka þessu kannski í þá átt sem við viljum en taka þau skref sem við ráðum við. Takk fyrir.